Margrét Pála, frumkvöðull og mikil baráttukona og upphafskona Hjallastöfnunar og rithöfundur og ég veit ekki hvað og hvað. Velkomin í 24/7. Heyrðu, hjartans þakki fyrir boðið. Þú ert búin að vera mjög þrautsegur að ná okkur saman. Er það ekki? Jú, ég dáist að þér. Já, þú fórst að tala um að já, ég er náttúrulega, já, við erum búin að vera smá ég er búin að vera smá vinna að fá þig. Já, það er alveg hárrétt. En maður verður bara að halda áfram að spyrja og loksins sá bara látum við þetta vera veruleika. Þrautsegjan, skiptir sköpum í þessu lífi. Já, þú vorst að tala um að skilja á milli. Það skilur á milli. Já. Og í ákveðnum sviðum í uppeldis- og skólamálum og sérstaklega og í nýsköpunarmálum þá talað um það tísku hugtaki sjálfbærni sem skall yfir okkur fyrir svo löngu og allt að vera sjálfbært en þar er rætt um að hið nýja hugtak sem að heimurinn þarf sé þrautsegja. Já. Gefast ekki upp, finna lausnir og koma svo leiðarenda hvað sem það kostar. Selið ekki dýrar en ég keypti þenn á síðustu frumkvöðla ráðstefnu sem ég var boðið á. Já. Að þá var þessi umræða að framtíðin okkar núna hún er ekki lögum og reglugerðum og hún er ekki í ferlum og hefbundnum fyrirtækjum, píramídakerfi og hvað þetta saman heitir. Það er í skapandi fólki sem gefst ekki upp. Já. Þótt að bara allt breytist aftur og aftur og aftur. Er ekki COVID gott dæmi um þetta? Jú. Við þurftum öll að taka dálítið skapandi skref í að finna leiðir til að vera til í þessu umhverfi og breyta og bregðast við og gefast ekki upp. Já, aðalega breytingum og halda áfram þrátt fyrir að það sé alltaf einhver von og síðan fá alltaf höggi andliti út þegar að koma aftur takmarkanina og þú eru aftur sína þrautsu og halda áfram. Já. Það er það sem ég er búin að læra í mínu lífi. Já. Spurningin er þessi, gefstu upp eða gefstu ekki upp. Já. Stendur upp eða stendur ekki upp. Og þeir sem standa upp, þeir halda áfram. Já, þrátt fyrir að það sé krefjandi. Þótt að sé krefjandi og auðvitað eru alltaf tímar í lífinu þar sem að ég hef alveg verið til í að standa bara ekkert upp. Nákvæmlega. En af einhverju ástæðu þá hef ég þrjóskast við og gert það. Nákvæmlega. Þrautsegja. Þú varst mjög þrautsegur og hingað þegar við komin. Já, og mér finnst það mjög áhugaverður punktur með sköpunargleðina og þrautseguna. Að það séu líkilega til að hafa til þess að eiga áskorunni framtíðinar, til þess að aðlaðast breytingum og til þess að... Já, Bergsveit, við erum nefnilega öll skapandi, þetta er svo mikill misskilningur að halda sumir séu skapandi og sumir ekki. Já. Ég meina, hvert einasta barn sem fæðist er skapandi. Og hvert einasta barn sem ég hef unni með, það hefur öll heimsins tækifæri til þess að vera skapandi. En stóra spurningin er þetta, hvort að þú fylgir því sem að þú trúir, sérð og ert tilbúin að leggja á þig, það sem að kemur þér áfram með þína hugmynd, þannig að þú þurfir ekki að gefast upp. Nákvæmlega, það er ég veit ekki hvort þú heitum að hún nefnir þetta Grit, hún Angela Duckworth í Bandaríkjunum. Það er hluti af þessu. Ástríða og þrauts eða segla í 8 langtíma markmiðum. Grit, það er... Og það skilur á milli, því hún var svo forvitin að vita, fólk með sama IQ eða bara gáfur, en samt skildi eitthvað á milli árangurs þeirra og það var einmitt þessi þáttur, það var þrautsjan. En ef við ekki að ég er að spója byrja þetta. Heyrðu, þú byrjar. Já. Ég er nú aldeilis ekki farin að taka yfir þáttinn. Þú mátt alveg stjórna þessu líka. Já, það er bara gaman. En bara þegar þú spyrir mig eitthvað eða nefnir eitthvað sem mér finnst svo spennandi. Þá grípur boltan. Já, byrja ég. En Grit, það er þessi nýja hreyfing. Algjörlega. Botnaði þetta. Kynin eru. Frábær. Já. Öll saman. Eitthvað meira? Veit ekki nóg? Já, jú, eða þú vilt það. Við erum bara ólík. Heyrðu, já, kynin eru frábær, öll saman og innan hvers hóps. Já. Og kynferði er gríðarlega mikilvæg að breyta í lífinu hvað sem hver segir. Nú er ég búin að lengja þetta. Ok. Kynin eru, eins og þú nefndir að kynin væri ólík. Þau eru náttúrulega þau eru ólík einhverju sviðum. Og fjölmörg. Já. En það eru ákveðnir grunnþættir sem við komumst aldrei fram hjá. Að
að kynin 2 eins og börn sjá þetta alveg frá því þau eru bara fárra mánaða gömul og talsvert framyftir aldri þá sjá þau kyn sem 2 annarkvort eða og það er það sem er svo merkilegt að þau eru svo íhaldsum og föst vegna þess að kynferði þeirra hvað þau eru, það skiptir svo óbúðslega miklu máli í sjálfsmyndaruppbyggingunni og þau eru byrjuð að skipta öllu í kringum sig í kvenkyns karlkyns nokkura mánaða þóttu þau vita það ekki og við veitum náttúrulega ekkert og svona sjáðu þetta fyrir sér og börn á leikskóla aldri og á svona fyrstu árum grunnskólans svona 8-9 þroskastigið 8-9 ára þroskastigið að ef þú nærði ekki uppfylla annað kynhlutverkið og finnur þig ekki í því að þá er fyrsta hugmynd bara þá er ég bara hitt kynið og það er svo einfalt fyrir þau er nóg að skipta föt og nafn og fá bara viðurkenningu á því en síðan eru þau orðin sko eldri þegar þú fá þessa hæfni hugsunar að skilja abstrakt að þetta er kvarði kannski Já. Og það eru fjölmargt á leiðinni sem er ekki svona einfalt Já. en það er eins og það sem er hvítt hjá börnum það er hvítt og ef það er ekki hvítt þá er það svart þetta er mjög einfalt þau hugsa einfaldlega í þessari tvíhyggju og er í þessari konkrét hugsun og heimurinn hefur náttúrulega lengi stutt við þessa tvíhyggju en kynin eru auðvitað mörg en innan ákveðina hópa og í grundvallaratriðum þá skiptir það gríðarlega miklu máli fyrir lífið þitt hvort þú fæðist stúlka eða drengur þetta er breyta sem er fyrsta áhaldið sem bara unga börn nota til að skilja lífið skilja sjálf svo lífið og ég var svo upptekinn af þessu þegar að barni mitt ég er langama Já. að hún er eins árs núna en þegar var nokkura mánuð og ég var að horfa á hana og hugsa, vá þetta ungbarni byrjað að flokka skiluru ólíka raddir sem kvenkyns kallkyns hún sortir af fólk kvenkyns kallkyns hún er farin jafnvel að einhverju hlutir eitthvað sem hún er með og hún er farin að flokka það kvenkyns kallkyns og horfa á þetta fárra mánuða barn það var ævintýri og svo bara heldur þetta áfram en svo kemur og við vitum að hvort sem að einhver börn eru fædd drengi kjósa að vera stúlkur og öfugt að þá sína allar rannsóknir og allt okkur að það eru ólíka þarfir í gangi milli stúlkna og drengja þau eru að þroskast á ólíkum tímum þau eru að þau nálgast, þau tala öðruvísi, þau nota tungumáli öðruvísi og svona tímabil eins og þegar þau eru að byrja í skóla, grunnskóla eru stúlkurnar 1,5 ári og undan drengjum að meðaltali í þessari vitsmuna hugsun, samhæfingu augnahanda, úthaldið og seglan í að sitja og fara til fyrirmælum og allt þetta þannig að þær komi inn í skóla sem er í raun og veru of léttur fyrir þær en drengirnir komi inn í skóla margir hverjir sem eru erfiður fyrir þá af því við látum alltaf eins og kynferði skipta ekki máli og þessi grunnur er allt annað heldur en það sem eru hinn fjölbreyttu kyn og þessi kvarði sem ég hef oft svona lítið á bara allt frá því las kynsi í eldgamla daga að þá er þetta ekki annað gott eða og eitt rétt heldur er margt á leiðinni en fyrir börn og hvaða grunn þetta leggur á lífið þeirra það er alltaf það sem ég hef verið að rannsaka og skoða hvaða áhrif hefur þetta á lífið þeirra þegar þessum þörfum ef þeir ekki mætt að þau eru búin að eða hafa valið sér flokk sem er annað hvort strákar eða stelpur og því er ekki mætt menningunni þeirra ekki alltaf sýnd virðing stráka með ekki leika sér með byssur eða eitthvað og
og með stúlkunar við svona bæði horfum jákvætt á þeim en líka neikvætt þegar vilja vera herma eftir mömmu sinni og vilja fá að prófa að mála sig eða eitthvað í þáttina. Svo brýtur einhver normin og einhver drengur, hann langar að vera fitness og mamma og fá naglalakk og þá fyrir einhver á taugum. Þetta ótrúlega mikilvægt að breyta ennþá. En við segjum bara alltaf, börn eru börn. Nei. Þau eru svo margfalt meira en það. Og spilar þá, af því að það er margir sem vilja meina að engin, bara lítill munur á kynjunum, að sé bara engin munur á þeim. En spilar þá líffræðin mikið inn í hvernig, þú talar að börn velja, þú veist, hvað svart og hvít, spilar líffræðin mikið inn í að kynju sér einhverju leiti ólík? Þetta grundvallar spurningin sem að mínum að enginn getur svarað í dag eftir yfir 30 ára skoðun mína og rannsóknir og lestur á því sem að gerast. Það getur í raun og veru enginn svarað í. Auðvitað miklu meira líkt með okkur. Við erum ekkert frá Venus og Mars. Nei, nákvæmlega. Ég sagði nú einhvern veginn í fyrirlestri erlendis þegar mér var alveg ofboðið. Hvað var mikil tvíhyggja í gangi. Ég sagði nú við erum mainly from planet Earth. Það var ansi vel sagt hjá mér. Nei, þú skilur hvað ég á við. Við þetta erum tegund og langflest líkt hjá okkur. En ákveðnir hlutir eru ólíkir eins og þetta, það hraði á ákveðnu þroska og stúlkur byrja fyrir að tala, það fara fyrir að bleiju og þetta svona nokkuð svona staðfest auðvitað alltaf einstaklingsmunur inn á milli þannig að þú verður að horfa á því miklu starra ljós þegar svo margir fara að segja þetta bara bull, bara sonu minn, hann var farin að tala bara en heilt yfir þá þessi tilhneiging en hin hliðin er að það tala miklu meira við stúlkur og þeim veitt meiri athygli svona í svona nánum og tilfinningatengdum samskiptum það tala miklu minna við drengi. Og þeir eru ekki með einhvern fullorðin sem að þeir eru með inn á heimili til þess að sama hátt eins og stúlkur með mömmunni. Og þeir eru ekki byrjaðar að hjálpa til og með svona fínhreyfinga þjálfun bara stúlkur bara 2-3, þær vilja vera að elda með mömmunni og þær vilja brjóta sem að þvotti með henni og alls konar þættir sem að örfa þær á ákveðin hátt. Þannig hvað við sem samfélagi að gera? Og svo koma fyrirmyndirnar. Hvað sjáu þau þegar þau byrja að horfa á barnaefni? Þau sjá dálítið hefðbundnar kynjafyrirmyndir. Og þá spurningin, ég held að þetta sé sambland af þessu öllu. Bæði ég held að sé eitthvað í líffræði okkar sem að skipti máli. Ég er ekki að segja að þetta sé einhver úrslita atriði, en það eitthvað sem við getum ekki lítið fram hjá því. Þetta búið að vera mitt svið í yfir 30 ár og við getum ekki lítið fram hjá því. Uppeldisþátturinn gríðarlega stór síðan. Og svo þriði þátturinn, það eru fyrirmyndir, fjölmiðlar og áhrifavaldar í samfélaginu. Ég myndi segja þetta sem einhver koktell af því. Algjörlega, ég held að sé, 100% bara menning og líffræði sem spilaði inn í, En að því ég var búin að lesa einhverja greinar þetta og talaði að testosterón í fósturlífi spili mikið áhrif hvort þú verður strákastelpa og þannig bæði sem gerst í fósturlífi og sínlega aftur þegar þú raunni ferða á kynþroskaldurinn í raunni og að það geti haft áhrif á bara hegðun barna og sem finnst mér líka að því að við erum í grunninn erum við bara lík en munurinn oft líka að finna á í endunum, hvað meinaði með því þú veist að í grunninn erum við eða til með sem svo var að tala að við séum aðalega, við erum ólíkir unni, hvað var að persónuleika okkar, þá virðast við vera ólíka megin hluta 2 þáttum. Kallar eru minna samvinnu þýðir, þannig eru minna tilbúin til að, þeir eru miklu tilbúin til að segja vera nei, vera þrjóskir, þú veist, ekki að vinna með öðrum, þú veist, nema meðan konur eru meira tilbúin til að gera eitthvað fyrir aðra, halda öðrum góðum og svo framvegis, og konur skora herra á þætti sem kallast taugaveiklinni, þau eru viðkamari fyrir kvíða og alls konar svona hlutum, það virðist það meiri áhrif á þau. En þessu fylgir náttúrulega líka að
svona á hjallastefnu tali, þá hef ég kallað þetta að stúlkur eru yfirmáta vel stattar í öllum félagslegum eiginleikum. Samvinna, tala, skilja hvora aðra og þú vilt taka mark á öðrum og bara umhyggjusamar og allt þetta sem að en reyndar getur það farið út í öfgar og það því þú nefndir púntana sitt hverju megin að því þú ert komin í púntana það sem ég kalla bara bleiku slíkjuna það sem er orðin svo félagslega sinnuð að þú getur ekki gert neitt nema að fá samþykki frá hinum fyrir því eða þegar þú bara þér finnst þú ekki geta gert neitt í aðstæðum þínum og þá bara byrja grátstjórnun og svo getur þetta enda bara með því að mikilli vanlíðan en hinum megin við miðjuna þá koma stráka eiginleikarnir og ég er svo sammálaður að þar kemur miklu meiri það er styrkur og frumkvæði og hraði og allt það sem getum kallað svona einstaklingseiginleika, einstaklingsstyrk og þá ekkert verið að humma við þetta og ég hef séð þetta í leik hjá 8 mánaða börnum sem var að horfa á annars vegar var ég að horfa á drengi með svolítið leikfungum og þeir tóku bara alltaf það sem þeir vildu þeir voru það nokkrir í hópi og enginn þeirra var að líta og býða eftir samþykja en eitt þeir bara tóku það sem þeir vildu og voru ekki svona horfi í kringum sig á meðan að stúlkur á sama aldri með svona bara ámóta hluti til að sýsla með að þær voru að horfa hver og aðra þær voru að horfa í augu og einn þeirra sem að ágirntist mikið eitthvað sem önnur var með og drengur hefði bara kift af en hún horfði í augun á henni og brosti og teygði fram hendurnar og hinn horfði á móti og svo rétt hún henni dótið sitt skilurðu þessi munur hvað svo sem mótunin kemur en við sjáum þetta bara mjög snemma þeir fóru nokkra mánaða og síðan var það sem sagt bláa öfgahegðunin, bláa slíkjan það er þegar að einstaklingshefni karl er orðin svo mikil að það snýst bara um bara ég og mig og ég má allt og þaðan kemur ofbeldi og reglubrot og svona bara, þá bara gera þér það sem þeir vilja og þeim kemur við þannig að ég er alltaf að segja með stúlkunnar okkar ekki þökkum fyrir þessa félagsleghæfni en gefum þeim svolítið meira af einstaklingsstyrk blöndum þetta tókum alla aðeins nær miðjunni ekki að gera stúlkur á strákum en að gefa þeim meira einstaklingseiginleika og einstaklingsstyrk til að blanda með skilur og með drengin er að í staðin fyrir að vera alltaf að berja skegg þeim í öfgahegðun að bara með því að vinna með að gefa þeim meira að félagslegri hefni þá koma þeir sjálfkrafa en það eru þessar öfgapúntar sem eru mest ábyrjandi ég hef nú kallað þetta bara hörguleinkenni skilur strákar sem að hafa ekki fengið tilfinningarlega nánd sem að hafa ekki æft orðin sín ekki fengið að tala um tilfinningar faðum ekki vin sinn ekki líka þeir sem strákar sem eru aggressífi þeir eru yngri og ná ekki að beisla það og læra að beisla það fyrir 4 ára aldur þetta ekki einsleika sem verða mjög líklega bara síafbrútamenn ekki mjög erfitt að beisla þetta eitthvað seinna en það? Það er svona í kringum 1 árs aldurinn ég hef kallað hegðunarkennsla og hegðunarþjálfun sem eru þetta bara mótun af því samfélagi sem við viljum sjá fólk getur kallað þetta ljótum nöfnum en við erum að móta þessi börn og þá er það foreldrar og síðan leikskólinn sem allt hvílir á og ég hef oft sagt að megin verkefni leikskólans er að kenna börnum sem sagt hegðun, jákvæða hegðun, samskipti og hvernig þú bjargar þér í samfélagi því það er samfélagin í leikskóla eitthvað sem getur síðan yfirfært seinna ef að þessi vinna er ekki fyrst unnin af foreldrunum síðan af leikskólanum og foreldra með í liðinu að þá verður mjög erfitt til dæmis fyrir grunnskólan að taka við barni með ómótaða eða eigum að segja bara óunnin sjálfstæðan vilja
ef hann ekki búið að temja hann vilja, sem ég finnst þetta mjög stuðandi þegar ég sé að temja hann vilja, en viljinn svo sterkur, en þú verður að taka sér vinnu. Það þarf að kenna þeim hverju get ég ráðið, bara en hvar verði ég að horfa á annara rétt líka. Já, nákvæmlega. Og auðvitað getum við alltaf lært allt setna á lífsleiðinni, en það sem við lærum ekki á svona blómaskeiði, sem við lærum ekki á réttu þroskaskeiði, það verður okkur svo erfitt að tileinka okkur það setna. Og þá þurfum við alltaf að vera að viðhalda því. En allt sem við gefum börnum á þessum fyrstu æviárum, það bara þarna. Þannig ég alltaf svo upptekin af því hvað þarf að gerast á ólíkum tímabilum hvers þroskaskeiðs, vegna þess að ella verður þetta svona óskaplega mikil glíma, stúlka sem hefur aldrei þorað að segja, tala upphátt, mótmæla einhverju, kannski tekur smá grátstjórnur á foreldra sína, en þessi sem bara svolítið hverfur í leikskólanum, kemur inn í grunnskólan og bara svolítið döpur, ægilega dugleg og flink og gerir allt svo vel og teknar svo fallega og allt þetta, og svo bara hún orðin svona 12 ára og bara svona kynþroska einkenni bara byrja þetta inn og allt þetta, jafnvel fyrr núna. Sko þá búið að sóa öllum þessum næmitíma, öllum þessum tækifærum. Og auðvitað, við vitum líka alveg eins og með drengi sem hafa ekki fengið hjálp með hegðunina sína. Við vitum hvert þeir fara. Oft þetta ADHD-strákar. En við vitum líka hvernig verður með stúlku sem hafa heldur ekki fengið. Agakennsla fyrir mig sko ekki bara að stoppa einhverja. Það ekki síður að toga fram og styrkja við rétta hegðun. Ég náttúrulega behaviorist eins og það heitir, sem að var skammarorð þegar ég var í grunnnáminu mínu gamla daga. En við erum að móta hegðun. Algjörlega, og viltu ekki líka að barnið þitt sé einstaklingur sem bæði getur leikið við aðra einstaklinga og líka að fólk sem að sjá þig, hvort það sem kennari, leikskólakennari eða kennari, eða að það líka vel við þig, því að ef þú ert að haga það þannig að þú getur ekki verið í félagslegum samskiptum, getur ekki verið í einhverjum tengslum, af því að þú ert bara ekki búið að móta þig nógu mikið, en þá lendur þú svolítið út í grunnskólanum, í framhaldsskólanum og svona, það verður miklu erfiðara fyrir þig ef þú hefur ekki kunnað að deila með öðru fólki, að kunna ákveðin svona félagslega eiginleika sem láta annað fólk líka vel við þig, því ef fólk líka vel við þig sem krakki, það það sem styrkir og eflir hegðunina, og þess vegna segja alltaf þegar ég segi þessi behavioristi eða atferðli sinni, að það oft kennt við umbun og refsingu. Refsinga duga ekki. En umbun virkar. Jákvæð styrking, virkar, bara jákvæð styrking. Þannig ef að barn fær hrós fyrir eitthvað sem það gerir, hversu lítið sem það þá langar það að gera meira af þessu. Þangað til við erum búin að koma barninu kannski þangað að það komið í mótþróa. En það gerist ekki nema við séum búin að standa okkur svolítið illa. Og þá erum við komin náttúrulega að bæði kannski oft foreldrum sem eru mjög hræddir við að setja mörk, og svo kemur leikskólinn og ekki síður grunnskólinn, og við erum held ég að sigla inn í svolítið skrítið tímabil að margir foreldrar þeir vilja ekki að barnið sitt þurfa að lendi í einhverju mótlæti eins og því að vera stoppað, eða eins og því að kennarinn svona bara beiti einföldum viðurlögum, skiluru, það eitthvað að gera skemmtilegt í hópi og það er bara ein stúlka sem situr út í horni og neitar að taka þátt og þú er búin að reyna allt þetta venjulega, bara hvað er bara með eftir og eitthvað, en svo bara kippur svo einhvern tímapunkti, kannski bara út úr hópnum og segir, nú skulum við bara bíða hérna, þá er þú tilbúin að vera með, skiluru, af því að það er líka, þetta assamann, sko, þetta allt eitthvað sem við þurfum að laga, en við bregðum bara alveg hrikalega oft, og skólakerfið okkar að bregðast alveg ofboðslega oft, og það ekki fólk sem að bregðast, heldur bíluð kerfi, eins og þessi stóru grunnskóla hópar, eins og með 6-7 ára krakka, jafnvel átt að hafa ekkert verið hjallastefnustarfi og hafa ekki reynslu af því verið kynjaskiptum hópum, en ég get ekki sagt þið frá því hvað ég tala við marga, ég heyri svo mörgum af einhverju ástöðu, ég er mjög þakklátt fyrir það, en þar sem að
það sem að kannski barnið að dóttir til dæmis, dugleg, klár og bara velgerð og þrosku stúlka, að hún mætir í grunnskólan og það hún og henni finnst bara að vera labbað yfir sig, hún þolir ekki strákana og þolir ekki allar þessar reglur og þolir ekki að fá ekki eins og vinnufrið og það sama getur verið með strákana, þeir fara að upplifa þeir séu svolítið ómögulegir, margir hverjir. Já, því að þeir eru eins og talar það 4/5 ADHD eru náttúrulega strákar. Já. Og þú veist, eru við gerð til þess að vera bara í 6-8 tíma bara sitjandi í skólastofu? Nei. Þannig að þú veist, ekki fara að vera... Ekki einu sinni 40 mínútur. Nei, þú veist, já. Ekki einu sinni 40 mínútur. Og við erum ekki gerð til að sitja við borð á stól. Nei. Og börn eru ekki gerð til að vera kyrr. En mér finnst líka mjög áhugaður punktur hér með að venda böndi sín. Í rauninni að ofvenda böndi sín með ekki, þú veist, það má ekki tökva á þau, að þau með ekki takast á við neitt og á svona hvaða áhrif hefur það áhrif á, þú veist, í framhaldinu í lífinu, sko. Vissu það? Já. Að ef þú hefur fengið að komast upp með að bara spila fyrst á fóreldrarna og svo að kennarana, þú bara heldur áfram í lífinu, þú ert alltaf að spila á alla. Já. Og það fólki sem að mun treysta stoðir samfélagsins? Er það fólki sem við viljum? Já. Ég nú geta að fara að tala atburði síðustu daga. Nákvæmlega. En þegar við leifum ofmikið og hlöðum ofmikið undir einstaklinga, að þeir geta verið komnir í þá bláu slikju að trúa því að ég má allt og ég get allt. Já. Og ég geri bara allt sem ég vil. Og það kemur það engum við. En þetta er svo merkilega punktur sem að hefur eiginlega ekkert verið rættur hérna á landi ennþá þá stöðu sem að skólafólk dálítið komið í að foreldrar sem kannski langar ekkert mjög mikið að vera með barnið sitt í 6, 8, 9 klukkutíma í burtu frá sér og veit sem hvað þau eru mikilvæg í uppeldinu og vilja allt sé gert alveg eins og þau myndu vilja gera það en það setur okkur oft skólafólki stólinn fyrir dyrnar og til að útskýra þetta betur að ég hef gífurlegar áhyggjur af þessu að það að fjölga kvörtunum sem fara inn á samfélagsmiðla og forsíðu DFF og aðrar góðar upplýsingaveitur það sem er verið að ásaka starfsfólk ofbeldi gegn börnum. Já. Án þessi raun og veru að við séum með neinar skilgreiningar á því hvað það ofbeldi er. Og oft eru þetta tilvik sem að eru í raun og veru eðlileg hegðun hjá aðila sem í vinnu við að fóra með hegðun, góða hegðun kenna barni að taka tillit til annara, kenna að fara eftir sanngjörnum fyrirmælum, skiluru og þetta að byrja að gera sér á Íslandi og þetta svona verða nokkuð algengt að sjá og heyra í fjölmiðlum það að starfsmaður ásakar ofbeldi skilur í þessum leikskóla eða grunnskóla þannig að minna það. Ég er búin að vera ég fylgist ofta með við að þetta börn eru mitt áhugasvið og í Bandaríkjunum það ein starfstétt sem hefur vaxið þar gríðarlega á síðustu árum og það eru ekki sérkennarar eða sálfræðingar, það eru lögfræðingar. Já. Því það fólk bara sótt til saka. Já. Ég hef talað við fólk í leikskóla eða sem var með sem sagt ungbarna leikskóla og þar reglan svo að ef það þarf að skipta bleiu á barni þá hringt í foreldrið og það kemur og gerir það. Já. Og þetta einfallega óttinn við lögsókn, óttinn við ákæru því hvernig áttu að afsanna eða sanna. Já. Það ótrúlega erfitt. Já. Þetta mjög viðkvæmt mál en þetta eitthvað sem við erum byrjað að sjá í Íslandi og sérstaklega held ég að þetta getur orðið alvarlegt þegar að í hluti eiga kannski foreldrar sem vilja ekki að börnum séu sett mörk. Já. Ertu faðir sjálfur? Nei, ég er ekki faðir. Nei. Hvernig varst þú alin upp? Ég fekk fullkomnum blönduvél í minna, sko. Ég
mamma var svona, myndi gera allt fyrir mig og kannski svona ofgóðið mig kannski og sýndi mér ástóðið mikið og ég svona tilfinningarsamur út af henni. En pabbi, hann ól uppi mig sko þrautsöguna og seikluna og hugrekkið og bara ég hraðað fyrir hlutunum og var svolítið harðið við mig sem ég rosalega ánægði með í dag. Þannig það var svona fullkomin blanda á því ég þokkalega tilfinningarnæmur en líka alveg ábyrgur og duglegur og þrautsögur og fleira sko. Og þau hefa samþykkt þetta, tekið bara ólík hlutverk sem getur bara mjög fínt í uppeldi. Bara báðir aðilar eru sammála að við viljum að þetta barn sem við elskum meira en nokkuð annað að þetta sé að við viljum gefa þeim allt þetta spektrum. Þannig að sko í leikskólanum þá kannski hræðsla hjá starfsfólki hvað má gera í rauninu og hvað þessi út af því að einhvers staðar þá eitthvað af því sem það vant að gera skoðast svona litið á sem ákveð ofbeldi og þá út af því að sumir foreldrar vilja ekki að það sé sett mörk fyrir börnin sín og þá fyrir fólk að kæra jafnvel og þetta, má. Þannig að ég vona svo innilega að það verði svona eitthvað samtal og um þetta áður en við þurfum að fara að ráða lögfræðingavinnu. Já, nákvæmlega. Já, það þarf að eiga samtali, hvað þetta liggur og... Hvað liggur þetta? Hver munurinn? Hvað viltu fyrir barnið þitt? Já. Og þá bara verður, og í einhverjum tilvikum kannski, að þú sem foreldri, að ef þú setur barnið frá þig til annara, að þá auðvitað ertu búin að frásegja þér þann tíma. Já. Þú verður að sætta þig við að það er komið eitthvað nýtt afl inn í líf barnsins. Já. Auðvitað vonum við að þetta séu góð öfl sem og ég vil nú meina við erum öll mætt til leiks til að gera okkar allra besta. Það eru ekki launin sem halda okkur í vinnu með skilur við. En við getum lendið þessu og ég hef stundum hugleitt að ef til vill eru einhverja fjölskyldur sem að myndu fremur vilja bara heima með börnin sín, sjálf. Já. Við erum með á Íslandi, við erum með hæsta hlutfall kvenna í þátttöku vinnumarkaði. Já. Þess vegna erum við númer 1 í heiminum yfir jafnrétti. Já. Við skorum hærra í atvinnuþátttöku kvenna, heldur en hinna Norðurlanda þjóðirnar, þannig að þess vegna endum við efst. Já. Ísland númer 1 í jafnrétti. Já. En kannski má alveg velta fyrir sér, þetta alltaf jafnrétti? Að fara af stað með börn í langan vinnudag. Og svo eru margir foreldrar kannski með einhverja nagandi áhyggjur að kannski þetta bara eitthvað sem að ég vil ekki verið barnið mitt. Já. Þetta nú, sko, þannig erum við komin ansi á hættulegt svið. Og ef við ætlum ekki að sitja hérna í allan dag, þá verð ég að fá fleiri spurningar. Ég er sammála. Ég er svo spennt fyrir þeim. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir af henni? Svo fyrsta sem kom upp í hugan, það var Þrú reiðinnar eftir John Steinbeck. Og ég hef ekki tölu á því hversu oft ég lesið hana. Og það sem ég lærði, eða það sem að snerti mig, eru erfiðleikar fólks og hvernig við getum risið upp og haldið áfram. Þetta er einstakt verk og þegar það kom á fjalirnar hérna í Borgarleikhúsinu, ég þorði ekki eins og að fara. Þegar ég á mér mínar setningar og mínar persónur og mínar myndir. Já. Þetta er fyrsta bókin sem ég man eftir að hafa lesið sem að virkilega snerti mig, en ég get nefnt margar fleiri. Og þú tókst af henni að bara alltaf halda áfram með það? Fyrst og fremst er þetta náttúrulega stórkostlegt bókmyndaverk sem að snerti bara að spila á hverja taug í tilfinningaskalanum. Já. En þegar ég hugsaði tilbaka, hvers vegna snartum mig svona djúpt? Fjölskylda mín var sveitafólk sem flutt á Mölina. Í sögu Steinbecks þá er þetta sveitafólk, bændur sem missa jörðina í uppskerubresti og kreppa í gangi og gríðarlegi þurrkar og fólk hrekst í burtu og mætir síðan öðrum sem að eru í svipaðri stöðu, en einhvern veginn er alltaf samt einhvern veginn þessi lífstrú, alltaf þessi kjarni
kannski ef ég var krakki þegar ég las hana fyrst kannski yngri en börn ætti að vera þegar þau eru að lesa líka bækur, en kannski tengdi ég við það, þess vegna þegar við vorum svona uppflosnuð úr sveitinni út af veikjundu mömmu minnar og komin á mölina bara upp á nýtt og þetta var erfitt og kannski tengdi ég við þetta þess vegna ég hef ekki hugsað áður. Nei. Takk fyrir spurninguna. Bara mínir ánægðan. Þegar ég var að byrja í grunnnáminu aftur á móti með börn það voru 2 bækur heldur sem ég mótið með mest það var annars vegar Summerhill skólinn A.S. Neil sem að skapaði hinn fullkomlega opna frjálsa skóla í Englandi og þetta var svo yfir og öðruvísi en allt sem ég hefði nokkuð tíman séð fyrir mér að skóli gæti verið og hver einasta blaðsíða breytti hugmyndum mínum skólakerfi bara vá, hvað hægt er að gera öðruvísi bara já, hví ekki já, akkur þurfa allir að mæta í tíma akkur þurfa að vera að læra eitthvað þau hafa engan áhuga á því og hvernig bara, já, þetta bara algjörlega opnaði hug, þetta var svona mind-blowing bók það er hægt að gera hlutina nákvæmlega allt öðruvísi já og hinn bókin sem ég las í grunnnáminu, bara ung, að það var A Man's Search for Meaning. Viktor Frankl. Það er bók. Það er alvöru stöf. Það er alvöru stöf. Ég hef lesað hana oftar en eins og ég hef lesað hana ansi oft. Já, ég held ég hef lesað hana Allir er rösklega tvítug. Já. Byrja bara í uppeldisnámi og báðar bækurnar voru svona algjör sprenging. Já. Það er yndislegt hvað bækur geta breytt lífið manns. Já, gjössalega breytt lífið manns. Já. Trúlega, já. Viktor Frankl er alltaf að snerta alla. Já. Ég mæli bara, ég segja oft bara þegar fólk byrðum að mæla með einhverju bók, þá er þetta yfirleitt fyrsta bókin sem ég nefnir, sko. Já, góða punktur. Mér finnst þú svo áhugaverð í bland við bara hagnýtt til þess að bæta bara viðhorf og trúna í lífinu, sko. En það náði að verða heil sálfræði stefna. Nákvæmlega. Úr því sem hann gerði, en þegar hann er að kynna sig til leiks á fyrstu blaðsíðunni, þá man ég, þegar ég var hann rúmlega 20 stúlka kannski, fannst ég stundu vera svolítið þunglind og ég hefði lega pínu bátt og eitthvað. Ég var ekki komin úr felum, en hafði ekki hugmynd hver ég var svolítið týnd og töpuð og svona gældi svolítið við þetta, ekki síst af því að það er geðhvarfasýki í fjölskyldunni. Já. Þannig ég svona aðeins nærði stundum þessar tilfinningar, sko, ef ég fann einhverja vanlíðan og þegar ég las á fyrstu blaðsíðu bókarinnar að það fyrsta sem að spyrði klæjanturna sína að þegar þeir voru búin að lýsa sínum hörmungum það var, af hverju drepur þið ekki? Og ég var bara Jesus. Já. Og svo bara byrjaði ballið, já. Það er eitthvað. Það er eitthvað, já. Það er eitthvað. Eitthvað sem heldur þér á lífi. Já. Það fannst mér magni á líka eins og þess að, sko, hann tala var ekki að guður sem hann talaði sko, sem var alltaf að svitna eða eitthvað leys. Og alltaf stressar, ég má ekki svitna og hann sagði bara við hann, svitnaði bara svo vilt. Já. Og þegar hann ætti að streiðast á móti að mátti svitna, að þá ætti hann að svitna. Ég veit að þá var þetta ekki vandamál. Já. Heldur þessi, sko, einhvern veginn að bara viðurkenna ekki eins og og þetta að næra óttan eða þungar hugsanir eða hvað það er. Náttúrulega það sem við veitum athygli, það vex og dafnar. Það vex og dafnar, já. En ef þú mátt ekki svitna, vá. Það mátt ekki svitna, sko. Hvað svita kirtlarnir hafa skemmt sér vel. Nei, en þetta er svona, já, þetta eru 3 góð dæmi. Já, þetta eru 3 góð dæmi. Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Ó, já. Það fyrsta er í pólitík að ég trúði á sem sagt félagshyggjukerfi þar sem að bara við værum öll frjáls í velferðarsamfélaginu í Íslandi og bara allir leiða mörkum en gætum gert okkar hluti á svo góða landi. Foreldrar mínir voru ungmennafélagsfólk.
mamma varveitti alltaf almannatryggingar skírteini sitt, það fyrsta sem hún fekk. Henni fannst það svo stórkostlega merkilegt. Það var bara sjúkratryggingar á Íslandi og eitthvað. En ég þurfti að aflæra það að það er ekki bara einhver markaðsöfl og kapitalismi sem kúar fólk, ríkisforsjá og kerfi kúa fólk ekkert síður. Þetta var mjög sár lærdómur. Og svo hitt sem ég lærði, það var þegar ég áttaði mig á að ég væri lesbía. Að það að sem ég vissi ekki sem væri til fyrir ég var bara komið til vissu ára sjáðu til. En þá var þetta heimsbyltingin. Já. Bara já. Þannig að ég er ekki eins og allir hinnir, já. Og þá líka glataðist álítið af henni félagshyggju trúandi hugsunum minni. Því að samkvæmt henni og samkvæmt ríkisforsjá og kerfinu, þá bara var þetta ekki boði. Já. Ég réði ekki eins og hvernig ég elskaði. Nei. Það var mikið högg. Já. En það hefur örugglega orðið líka til þess að ég svona misti trúna á vinstri væng pólitíkurna þar sem ég hafði verið svona virk sem ungkona í Alþýðubandalaginu og mjög trúið og hélt að kapitalismin og sjálfstæðismenn væri sem sagt vonskan holdi klædd. Að ég þurfti að éta þetta allt saman ofan í mig. Að það eru ekki bara markaðsöfl og kapitalismi sem kúa fólk. Það er líka ríkisforsjá, kerfi, embættisfólk og var það ekki Jörundur Hundadakonungur sem sagðist fyrirlíta öll kerfi sem að kúi fólk. Hvernig kúa kerfi fólk og ríkisdæmi, eða þú veist? Markaðurinn, þar sem að þú horfir á auglýsingar, þú horfir á áhrifavalda sem að kynna hvernig flott að líta út og það keyrt á meiri og meiri svona bara áriðormi eins og með útlit kvenna. Bara þetta er bara markaðurinn að fá okkur til að kaupa meira. Þetta er ekkert flókið. Og fólk í vanlíðan, fólk sem er óanægt með sjálft sig, þess vegna er alltaf verið að sína okkur fullkomnu myndirnar og segja ykkur allar fréttirnar af því hvar þessi og hinn var í alveg bara ótrúlega flottu dressi eða frábælega smart partí helgina. Það er verið að minna okkur á að við séum ekki svona flott og smart. Við haldum okkur svolítið óanægðum. Já, ég er til dæmis yfirkjörþyngd. Ég mynd á það. Og markaðurinn, meira að segja, hann gerir út á þessu óanægju. Þetta er þekkt. Já. Ég sem kennar á sínum tíma, leikskólakennari eða pedagóg, eins og heitir á skandinavísku málum. Ég kunni alveg mína uppeldisfræði og sálfræði og ég var að gera hluti sem ég vildi gera. Og ég fekk ekki leyfi frá embættisfólki eða yfirvöldum fyrir hlutum sem ég taldi bara að gefa auga leið að væru frábærir. Og líka þessi kúun að ef þú líður ekki eins og konu eða karli því þú ert orðin fullorðin eða unglingur og komið með þá tegund hugsunar að ráða við það. Að þá þetta búið að margra ára barátta fyrir því að fá nýtt nafn inn í tungumálið. Að vera að sé tala þá hán í staðinn fyrir hún eða hann. Það var stór barátta og ennþá er fólk bara þetta er nú bara einhver tískubylgja, hvað bull er þetta og eitthvað. Og svona hæðist að þessari einlægu löngun fólks til að skilgreina sig eins og það vill. Mannanafna nefnd. Þú getur ekki látið barnið þitt heita það sem þú trúir að sé best fyrir þetta barn sem að þú elskar meir en allt annað. Þú mátt ekki ráða hvaða barnið heitir. Nema það falli innan marka sem ákveðin opinber nefnd setur. Pólitísk yfirvöld sem taka ákvörðinu það hvað megi gera og hvað megi ekki gera. Nú er heilbrigðisráðherra og nú er búið að gefa þá útlistatt pólitíska ákvörðinu að það sé heimilt að ráða í fleiri stöður lækna og það er verið að byggja upp fleiri
legurými og slíkt og ég hlustaði á þetta og hugsaði með mér mikið þetta dásamlegt, pólitísk ákvörðun það að núna megi gera eitthvað og þau sem haldi ekki eins og fólkinu hjá sér og get ekki síðan rekja þessi nýju rúm sem er verið að opna að tekst yfirlega ekkert að fá starfsfólk til að manna vaktirnar þannig þeir enginn að koma og það er fullt af ónotuðu rými skilurðu þetta er, já ég get tala nánast endalaust pólitíkusar sem sitja á fundi og taka ákvörðinu það eins og var fyrir nokkrum árum í Reykjavík að það mætti kaupa fisk allir sem væru með skólamötuneyti í Reykjavík það mætti kaupa fisk einu sinni í viku hver er að vinna verkin hver er á gólfinu af hverju er ekki valdið hjá þeim sem bera ábyrgðina og ég er ekki að segja að kerfin þurfi ekki að tikka en þegar þú niðurlægja fólk þá er mér alltaf ofboðið og yfir höfuð þegar að fólk, börn gamalt fólk er niðurlægt eða fólk sem er í lakari stöð í samfélaginu margir aðrir fólk sem er að vinna á gólfinu dagstaglega þegar er verið að vanvirða það ég kalla þetta vanvirðingu ég kalla þetta vanvirðingu til dæmis þegar að börn fara í skóla og það er og þau hafa ekkert daginn sinn að segja og þau hafa ekkert að segja það hvernig þau fara út eða ekki og þau þurfa með að biðja leyfi til að fara að pissa þetta kalla ég valdbeitingu og ég er svo næm fyrir þessu að hárin rísa þegar ég finn minnst að vott af vanvirðingu er þetta gróft? Nei, ég meina við þurfum ekki að fara ef við ræðum bara bara kommunisma ef við finnum ekki að fara langt aftan í sögun eitthvað hann hefur gert fyrir okkur að gert fyrir láta drepa 300 milljónir manna eitthvað bara Stalin og Hitler og Mao í Kína og það er bara og fasismin og kapitalismin, ef það er flóknar að telja það runni, allar þessar risavöxnu lausnir sem eiga bara að leysa allt fyrir fólk það er drepa ótrúlega marga er það ekki? Jú, ég held að þannig er að nóg að taka af því sem ég þurft að henda það er mjög áhugavert kannski tengist þetta, ég veit ekki hver er helsti vendipunktur sem eru upplegað lífandi þessa? Tvímælalaust að koma úr felum. Já, þá bara breyttist það breytti öllu lífi mínu. Já, og hvernig var það fyrir og hvernig var það eftir? Fyrir var ég bara straight kona, gift barnsföður mínum og við áttum eitt barn og ég var þá skólastjóri hjá Reykjavíkurborg, það vantaði svo mikið í alla leikskóla, stjórnendur, þannig að við vorum ansið margar sem vorum alltaf bara beint í stjórnunastörf. Ég var á kafi í pólitík og mjög eftirsótt, var í stéttarfélaginu og BSRB og í öllum kvenna samtökum sem voru í boði, nema þú ekki pólitískum kvenna samtökum. Ég var nefnilega vinstri kona. Svo áttu við á því. Og þetta var svo merkilegt að bara þegar ég kyssti konu í fyrsta skipti þá bara allt í einu bara klikkaði eitthvað allt í einu skildi ég og af hverju skildi ég, af hverju ég hefði aldrei upplefað þess að geði við eitthvað ástfengni sem að talað af hverju ég hefði aldrei þegar að ég og vinkonum mínar vorum að fara í Sjallan þegar við vorum ungar og þær voru reyna og voru þá reynið einhverja stráka og eitthvað og þær voru bara í 2 tíma eða meir eitthvað að mála sig og gera sér til og ég bara lá upp í sófa og las og sagði reglulega stelpur eru ekki að vera búin að þessu skilur og fór bara eins og ég stóð ég skildi ekkert í þessu að við reyna við einhvern en svo skildi ég heldur ekki að ég var frekar ólukkuleg það var alltaf allir stutt í depurð eins og ég sagði þið frá og bara skildi aldrei alveg sjálfa mig en það gerði ég þegar ég uppgötvaði að þessar innstu tilfinningar mínar þessar ástartilfinningar þetta snýst ekkert kynlíf þannig séð vegna þess að allir geta tæknilega séðstund að kynlíf með hverjum sem er og sjálfum sér og allt á milli en
En þetta að finna einhver svona gríðarlega tilfinningalega samsvörun og einhver svona að finna sér allt í einu einhvern veginn að vera heil og ekki öðruvísi en aðrir. Nú loksist normal. Það var ótrúleg upplifun og það var slík hamingja en leið bara óendanlegur ótti. Bara, Jesús mig góð, hvað er? Og ég vissi ég að standa með þessu. Það var ekki takt að fara bara heim morgun eftir að láta eins og ekkert hefði gerst. Nei. Ég varð að standa með þessu og viku seinna var ég búin að biðja manni minn skilnað og allt þetta og smátt fór svona kvísast að ég væri sem sagt með einhverju konu eða væri með tiltekinni konu fyrir konunu minni og allt í einu þá hrundi ég svo í vinsældum. Það var allt í einu hægt að hringja í mig. Þú veist það sem sumir tala já, bara hringt í mig og bara boðið hérna hvað þetta var ekki og ég fekk aldrei símtal lengur. Allt í einu var ekki eins og ég sem hafði verið gríðarlega vinsæl og eftirsótt. Það var ekki eins og leita til mín að stýra fundi hvað þá meira. Og það var í einu félagi sem ég var í þar sem var karl í fórystu og hann var nú heiðarlega til að segja þó á fyllir að bara Guð sé lofa að þú ert hinsegin þá þarf ég ekki að áhyggjur á stöðunni minni. Já. Og í raun og veru það sem ég hefði séð var svona gamall draumur sem var að fara eitthvað inn í svona réttlætis baráttu í pólitík og eitthvað slíkt að bara ég svona það var bara sjálfkrafa að kvæða það og finna líka hvernig skyndilega fólk opnar ekki eyrun lengur þegar þú talar. Ég held að þú þurfum næstu því að hafa prófað það til að skilja hvað gerist. Ég vil prófa að tala við einhvern sem hefur engan áhuga sem ert að segja og í raun og veru bara ekkert að hlusta á þig og mun ekkert bregða, skilur. Það er erfitt. Já, ég hef upplegað það. Já. Þannig að þetta er örugglega mesti vendipunkturinn næst og eftir því þegar að hérna við fluttum úr sveitinu minni þegar 8 ára. Vá, hann þetta hefur verið, þú hefur bara rauninni kannski uppkvitað eitthvað bara skilur rosa margt og uppkvitað hverju eftirunni en sama skapi og það sem þú sérð getur ekki verið afséð, það er bara búin að sjá þetta. Það er ekki hægt að afsjá það. Sko. En samt hefur mætt miklu mótlæti eftir, þetta hefur bæðið þá verið frelsandi tilfinning en líka rosa bara erfið. Erfiðar áskorun í framhaldinu. Já. Og þannig að þetta var auðvitað margfalt meiri vendipunktur en ég nokkru sinni átti von á. Já. Hélt ég að ég myndi bara glaðhöllu sambandi við dóttur mína. Já. Því að það var mér var ráðlagt frá því að taka forræðisdeili því ég myndi tapa henni og þar með væri bara embættisprófið mitt ónýtt það myndi bara vinna gegn því að ég geti nokkuð sinn unni með börn og þetta var bara svona en svo náttúrulega hefur þetta ég hef bara alltaf staðið upp og niðurstaðan er að ég og mín dásalega dóttir og kona mín og við fyrir barnabörn og ég hef bara verið í mínu fæi því það var kannski það eina sem var ekki hægt að taka að mér það var reynt en það var ekki hægt og þess vegna hef ég verið á þessu sviði og eftir á hyggja er ég mjög þakklátt þannig að en þetta var jökulfljót að fara yfir Já, en allt þess virði Já, hver var þinn vendipunktur í lífinu? Vá, þetta ég aldrei sem ekki þessi spurning aftur á móti en sko sem stendur mest upp úr var þegar ég var 17 ára gamall, þá var ég í B-liði í fótbolta. Í B-liði? Í B-liði. B-liði, já. Já, var að horfa á A-liði keppa og allt í einu kom svo hugsun bara okkur í fjandanum vilt ekki inn á vellinum að spila. Af hverju einhver annar eldur en þú hana og ég fór heim og hljóp heim og setti lóði kringum lappirnar og byrjaði að fór út að hlaupa. Hljóp einhverja 7-8 kilometra og alveg bara, ég segi alltaf þetta sé heimskulegast en besta hugmynd sem ég fengið. Já. Af því að þarna áttaði mig bara á að ef mér langaði að árangri í einhverju, þá var þetta bara mér komið og þarna var bara það var enginn að fara að hjálpa mér, mamma eða pabbi eða vinir eitthvað svoleiðis, það var bara mér komið að leggja vinnunni í það sem ég langaði að árangri í og þetta hefur bara mótað mig svo rosalega mikið og haft áhrif á allt sem ég tek mig fyrir hendur og bara rosalega þakkláttur fyrir þessa uppgötvun sem bara gjörbreytti mínu lífi, sko. Ég sitt hérna með gæsahúð af því ég hef átt svona þó nokkur mörg svona
bara augnablik það sem ég bara allt innu sé allt í nýju ljósi. Já. Og veist þetta er svo verðmætt augnablik. Þetta er svo verðmætt augnablik. Þannig fekk ég hugmyndina kynjaskiptingunni. Skilur, þetta var bara allt innu opnaðist bara alheimurinn. Já. Allt innu var tenging mín upp í alheiminn og allt innu bara sá ég eitthvað sem mér hafði verið dulið. Þú fékkst þessa sýn. Sem er yndislegt. Gæsóðin fer ekki að mér. Það er nokkuð, af því að það breytist ekkert í heiminn, maður breytir bara hvernig þú horfur á heiminn. Já. Og það er, maður er virkilega heppinn þegar maður er hægt að nefna svona einhverja vendipunkta, maður er virkilega heppinn þegar maður á einhverja nokkra svona sem bara gjörsamlega breyta hvernig maður sér lífi og hvernig maður hafa sér og bara hvernig viðhorf maður hefur og þetta er bara... Við þurfum að halda þeim til skila þessum augnablikum. Í mínu lífi, þau mættu alveg ég á þó nokkur og ég vil bara, ég held þau. Já, algjörlega, því þetta eru svo afmarkandi þættir í þínu lífssögu sem bara móta því svo mikið. Yndislegt. Þarna var engin það var engin þjálfar að hvetja þig áfram. Nei. Það var ekki pappiðin að segja þér að harka af þér. Nei. Þú tókst ákvörðuna sjálfur. Já. 17 ára. 17 ára og það náttúrulega bara gerði það verkum. Ég hefði bara svo múki og komst í alið og þegar ég komst í alið og hugsaði, okkur ekki vera fyrirliða aliðinu. Þá var ég fyrirliða aliðinu, byrjaði að taka mataræði og svefnin og hugafarið og allt þetta. Síðan hugsaði ég ætla að komast í meistaraflokk, ég ætla að vera fyrirliði meistaraflokks, ok. En að vera atvinnumaður í fótbolta, ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta og þá bara átti það mig í bara 12 ár, var aldrei atvinnumaður en spilaði með FH í 2 ára og ríkismeistari og síðan yfirfærist þetta bara ég gæti bætt mig í fótbolta, okkur get ég bætt mig bara í skóla, ég held að það vera heimskur ég var bara vitlaus. Misskilningur þannig ég fyrir í BS-námi sálfræði og fyrir masternámi sálfræði og komin í doktorsnámi sálfræði núna síðan bara með sambönd í lífinu er hægt að bæta samböndi sem líka, geti bætt mig sem maki og sem vinur og bara lóðinn á lappirnar. Já, bara það augnablik hefur bara alveg galopnað heiminn sko. Stórkostlegt. Já, ég er mjög þakklátur fyrir það. Kæri félagi, þetta var fallegt. Þetta var fallegt sko. Hver er uppáhalds tilviljuninu þín og af hverju? Vertu samt umfram allt hér sjálfum trúr því fylgir eins og nóttu dagur nýr að þú munt aldrei svíkja nokkra sál. Var þetta ekki pabbi vínar hans Hamlet? En þetta er í dásamlegri þýðingu sem sagt Helga Hjörvars ef ég man rétt, en það nú ekki. En tilvitnuna kann ég. Já, og hún snýst í rauninni að vera þú sjálfur því þá svíkur aldrei neinn. Nei. Af því ef þú ert ekki þú sjálfur, svíkur þú sjálfa þig og hugsaðlega líka annað fólk því þú ert að segja eitthvað sem bara til að gera undir geðis en eitthvað sem þú vilt ekki þá kannski dregst í aðrar áttir sem ert ekki þú sjálfur. Já. Þetta er mín uppáhals. Já. Hún kom fyrst upp í huga. Já, algjörlega. Þá var ég bara að standa með henni. Já, og tengist líka bara kannski vendipunktum. Já, en vegna þess að þegar þú svíkur sjálfa þig eða sjálfaðan þig að þá ert að svíkja líka aðra í kringum þig því þú ert ekki heill. Já. Fólk veit ekki hver þú ert fólk vissi ekki hvað þú vildir fólk vissi ekki hvað varst að hugsa þetta er líka bara með þessar gjafir að með því að standa með þér þá er það bara allavega þannig. Já. Hvernig sem að aðri taka því hvað sem er en þetta ert þú og þar með þarf enginn að reikna með því frá neinum eða skilur, að reikna með því frá þér að þú sért eitthvað annað heldur en þú. Nei, nákvæmlega, þú ert bara þú. Ég meina, þú ert greinilega, þú átt að tilsins að það brettu bermar og bara taka eitthvað verkefni og bara vinna að því að breyta því og ná árangri. Já, það er bara ekkert leyndamál. Það bara vita það allir og þá bara þarf enginn að vera undrandi þótt þú verði bara hættur í dóttorsnámi í sálfræði og bara farin að selja veiðiflugur. Það þarf ekki að koma neinum það óvart. Hugsaðu hvað þetta er mikill lúxus. Já, þetta er alveg frá því að þetta er nú held ég eina kvóti sem ég kann eftir Shakespeare en bara mér þetta svo magnað. Þetta er það. Svona bara fadir að gefa sem sagt vini sonar síns held ég ef mann rétt eða hvernig þetta, en að gefa sem sagt, gefa ungum manni ráð og þetta var ráðið sem hann gæti gefið. Ég held að sé líka að maður þarf að hlusta á sinn sannleika og segja sannleikan. Já. Það getur erfitt, en þú veist það... Þú getur ekki afséð. Maður getur ekki afséð það sem maður sér, sko.
Og þú getur ekki afheyrt eða affundið. Nei. Affundið. Af því það alltaf einhver skilaboð sem gefur til kynna að þú ert að gera eitthvað og það annarkvort þið finnst það rámt eða það ert ekki þú. Já. Hlusta á það, sko. Hlusta á það. Og það er oft mjög erfitt. Rosa erfitt. Ég ekki að segja þessi fullkomin. Nei, ekki heldur. En mér finnst ég hafa oft náð að gera það. Já. Og vinna í rétta átt. Og líka, ég lendi stundum út af veginum en þá tek ég einhverja hliðabeygju sem ekkert alltaf þægileg. Nei. En þá líðanin einhvern veginn orðin þannig að ég fann að finna býttu það eitthvað sem bara mér ekki að líða vel með. Já. Og við skulum bara segja sem ef maður finnur eitthvað, nóg oft hef ég aldrei fundið neitt. Þannig að ef þú finnur eitthvað, þá trúlega getum við bara treyst á það. Já, og þá kannski gefa þér smá gaum og skoða það eins hvað það er, sko. Já, við saman á því. Hvaða nýja trúvenjaða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Já, undanfarin ár? Já. Í sinni einföldustu mynd gæti það verið bókin Why We Sleep. Byrjar að hafa bara stjórna svefnunum þá? Mér hefur alltaf fundist geggjuð gæði að sofa. Já. En ég fekk svona, allt innu bara fekk ég einhverja ofurtrú á það hvað svefn gerir fyrir okkur. Já. Þannig að það var svona venja og viðþorf sem breyttist. Ef maður lesir þessa bók, þá maður bara að fara að sofa huga svefninu sínu. Já, þú bara sefur ekki minna 8 tíma. Nei, það bara... Þú bara gerir það ekki. Þannig að ef þið langar ef við vantar hvata til að breyta svefninu, lesa bókinu. Já, nei, í alvöru, hún breytti öllum mínum viðþorfum þarna. Já. Og svona aftur í tíman, sko, þegar ég var kannski svona 30 las ég bókina eftir Louise Hay, Hjálpaðu sjálfum þér, sem að var svona nýaldar hreyfing sem að bara að minna okkur á að við berum ábyrgðina sjálf. Já. Hún breytti það líka, það nú alltaf langt síðan. Ekki bara ágætt að nefna það að allt að skilja betur hvað við hvað svefn hversu stórkostleg hönnun þetta fyrir okkur sem tegund. Já, bara magnað. Bara það væri bara risastóru mistök bara varandi þróunina, við vorum að þróast þegar þú ert sofandi, þá ert bara berskjaldaður og þú getur drepin alltaf, það væri svo mikil mistök ef þetta væri... Já, ef það væri ekki mikil tilgangur í þessu. Já. Það væri svo mikil miskilningur. Já. Og náttúrulega gerir ekki mistök, hún lagfærir þau. Já, það nú líka, við erum tegund. Við erum bara tegund. Við erum bara dýr. Homo sapiens eftir hann Yuval Noah Harari. Já. Sapiens, ertu að lesa hana? Ertu að lesa alla bækunum hans? Ég las 21 Lessons for the 21 Lessons for the 21st Century. Mjög áhugaverð líka. Ég var hlóðinni nýður en svo las ég henni ekki. Sapiens líka mjög áhugaverð. Mér finnst hún sérstaklega fyrirhelmingurinn af henni. Já, fyrirhelmingurinn góður. Já, þá bara, það gaf mér ótrúlega nýja sýn. Já, skilning svona. Skilning á okkur sem tegund. Já. Bara viðurkenningin, við erum tegund sem óttaslegin. Já. Við stjórnumst af ótta. Og grunnstefið hjá okkur ennþá það sem við lærðum þegar við vorum auðveld bráð, komin úr trjánum og á steppurnar og bara meira sér stóðum upp. Nákvæmlega. Þeim eins og með óttana, þú veist, núna kannski óttin tengdu við kommenti frá vinnufélag að það var tíkristýr þegar við vorum í það, en sama kerfi. Þetta sama kerfi. Af hverju ertu óttaslegin? Já. Og ég geti kannski nefnt það líka, að viðurkenna óttan. Af því hann svo sterkt afl í okkur sem tegund. Já. Og ég sagði núna daginn að ég væri farin að hafa miklu meiri áhyggjur af því að lifa í ótta heldur en að smita þess að COVID. En reyndar ég aldrei eftir áhyggjur af því að ég trúi því að það sem gerist, það gerist. Já. En
ég væri svo óttastlegin við tilhugsunum að ég svo sem smittaði kannski aðra. Það má ég ekki gera. Það ger ekki góða konur. Nei. En já, ég uppgötaði þetta daginn, ég orðið miklu meira hrædd við það að lifa í ótta og fjarlægð frá fólki. Já. Það sko, að stýrast af óttan sko. Nákvæmlega. Það ekki gott. Já, bara láta hann gegnsýra þig. Já. Þannig að maður kemur í skemmtilegt podcast og segir má faðma, svona alveg með áhyggjusvip. Já, nákvæmlega. Já, má faðma, já. En við föðmumst. Við föðmumst. Þannig að við vitum ekki óttan stýra að við föðmumst ekki. Nei. Þannig við getum líka sagt það. Já, algjörlega. Að mæta óttanum í rauninni. Mæta óttanum. Já, það held ég sé. Já. Já, það sé lykilatriði, sko. Eins og ég kenni börnum að í kjarkaæfingum og slíku að sækja kjarkin sinn, þú þarft stundum að draga andan djúpt og þetta ekki alvöru kjarkaæfing nema þú þurfur aðeins að draga andan djúpt. Já, á að vera þannig. Já. Því ef þetta bara eitthvað sem þú gerir og hugsaður ekki út í það. Það kostar ekki kjark. Nei, það þóst ekki kjark til þess. Að skilgreining á hugrekki að það krefandi í leiðinni, skilur mig. Já, er það ekki? Jú, annars það ekki hugrækt. Nákvæmlega. Dásamlegt. En svona já. Vist ekkert meira gaman en að finna einhverja nýja hugsun sem ég finna og ég er svona svolítið deglukona, þá er ég gríðarlega upptekin af því og sökkum mig svolítið ofan í það. Já. En þetta svo frábært að fá allt inn einhverja nýja sýn. Já, reyndislegt. Það þetta svona og fá eitthvað tungumál yfir það og einhverja nýja vitneskju og sem hjálpar þér í þér og þínum samskiptum og efla börn. Þetta bara svo stórkostlegt. Þetta stórkostlegt. Já. Og stundum verið svona uppljómuð. Ég las Ævisögu Þorksins. Já. Stórkostleg bók. Já. Og allt innu skildi ég bara sögu Vesturlanda á landafundina á nýjan hátt. Þetta svo gaman. Þetta svo magna líka bara bók. Já. Bara getur svona haft á þetta, bara bók. Bara með einhverju nægilega djúpu og mikilvægu og með þekkingu og reynslu. Já. Algjörlega. Tvær spurningar eftir. Nú, já. Ímyndaði þér að væri ekki hægt að dæma þig og þú gætir þess að frá einni skoðun sem gætir að túlka sem óvinsæl. Hver var þessu óvinsæla skoðun? Já. Þetta er alvöru spurning, sko. Þetta er alvöru spurning. Viltu ég svara í alvörunni? Já. Já. Það væri væntanlega. Það er grundvallar skekkja í því að pínulítil börn, jafnvel innan við ársaldurinn, eru sett í vist til vandalausra. Og fjölskyldur sendi þær frá sér. Já. Þannig að fólk að hafa þau lengur í sinni forsjá. Langi dagar hjá börnum í burtu að heiman og allra og yngstu börnin að þau séu langa daga í burtu frá fjölskyldu sinni því að fjölskyldan, við erum svo mikilvæg. Ég hef myndið haldið út í podcastu sem heitir Fjölskyldan EHF. En fjölskyldan elskar sjálfkrafa börnin sín. Það skiptir engu máli hvernig þau eru. Þau eru bara best í heimi og við elskum þau og tygnum þau. Og við gerum hvað sem er. Og til og með svo fyrsta æviárinu og svona upp á annað æviárið, bara, þú ert bara dansandi í kringum þau og með þau og allt þetta og við elskum þau hvað sem gerist. Í vist til vandalausra eins og ég sagði áðan þú getur verið lánsöm en ertu vissum að þú sért að setja barnið til þær aðstæður þar sem það verður elskað jafn skilyrðislaust eins og það væri heima hjá fjölskyldu sinni er það að fá alla athyglinna sem það þarf mér finnst að við eigum að hækka fæðingarorlofið bjóða síðan litlum börnum, þessum börnum sem eru á öðru aldursári þau eiga bara að vera með stutta daga. Já. Þau eiga að hafa miklu meiri tíma með fólkinu sem elskar þau hvað sem á dynur. Skilur þú hver að fara? Ég skil hvað að fara og kannski krafan að fara fyrir bæði bara foreldra að fara á vinnumarkaðin fljótt. Það væntanlega að hafa þau áhrif að fólk tekur minna leyfi og
og fjárhagslega. Já, nákvæmlega, og fjárhagslega náttúrulega. Og líka vegna þess að það fæðingarorlof, núna er það 12 mánuðir sem skiptist milli foreldra hálft og hálft og það eru bara 6 vikur framseljanlegar. Já. Þannig að mamma getur ekki tekið nema 6 mánuði pluss á 6 vikur og pappinn til dæmis í þessu tilviki fær rest og þarna eru börn bara ennþá á brjósti. Já. En samt þá var að senda þér út á galeiðuna. Já, ég held að þetta væri svo óvinsæla skoðun sem ég myndi tala fyrir, segja bara við sem samfélag, hversu galin erum við. En þá veit ég að þarna hrópar fólk hvað á þá bara að fara að senda konur aftur inn á heimilinn og er það verið að segja leikskólinn séu bara vondir en ekkert að því er málið. Nei. Krafa vinnusamfélagsins á að fólk mæti oflangi dagar og börn eru þar sem að ef vel gengur vel en mögulega, og nú er ég að tala þegar börn eru núna eru sveitarfélög að keppast að fara niður í 1 árs þarf barn, segjum bara barn sem verður 1 árs núna í janúar þarf virkilega 7:30 á mótana að vekja það, klæða það, koma því út í bíl, ískaldan bíl keyra til á einhver stað af því þú ert fyrst og fremst að leita pössun með þessi alingstu börn og svo ferð þú í vinnuna og þú ert kannski mættur kortir yfir 8 8:30 skilur klukkutíma prósess og svo kemur í vinnuna og byrjar á því að fá þig kaffi við kaffivélina og spjalla við mannskapinn getum við raunverulega núna ekki eftir COVID þar sem að fjarvinn og fleiri búið að sína sig, við verðum að stytta vinnudabarna og yngstu barnana sérstaklega og gefa þeim tækifæri sem vilja að vera lengur heima með börn. Já. Þetta er mjög áhugaverður punktur. Ég er líka svo hvatvís að því ég er ADHD að ég segi alltaf það sem ég er að hugsa. Já. Svolítið eins og Sofía frænka. Já. Hún á það til að segja hlutina hvort sem eiga við eða eiga ekki við. Af því hún kann bara eitt söng. Já, nákvæmlega. Ég held að sé ég meina þá ertu trú sjálfur þér. Já, þannig já, alltaf mjög erfitt nema að þegar ég vil leyndamáli með eins og fjölskyldunni, ég segi við fjölskyldunni mína ég er þögul sem gröfin og það er satt. Já, það er satt. En með eitthvað sem ég er að hugsa bara og þá veit fólk að veit hvað það hefur mig. Algjörlega. Síðasta spurning, ef þú mættir gætir einungis komið einu skilaboð að framfæra út lífið til annar einslinga, hver væri svo skilaboð? Ást og virðing fyrir öllum og sérstaklega þeim sem geti ekki alltaf afla sér þessara gæða sjálfir. Við þurfum bara virðingu fyrir fólki. Öllum. Já. Og það þýðir ekki einhver ein yfirlýsing að Reykjavíkurborg virði alla sína þegna. Nei. Heldur einhvern veginn að sé bara einhverju eina svo smá handtaki. Bara alltaf verið að virða fólk. Til númer 1. Já. Og bara hreinlega bara kærleikur. Að vinna og gera og kærleikurinn er náttúrulega andstæða óttans. Er það ekki? Jú. Er það ekki? Jú. Því ef þú ætlar að opna, ef þú ætlar að gefa öðrum af þér og mæta öðrum, þú gerir það ekki ótta því óttin byggir veggina. Já, þannig myndir ekki vera með kærleik nema... Nei. Já. Ekki af óttin stjórnar. Óttin að tapa í prófkjöri, óttin við að fjárhagsáætlun ríkissjóðs riðlist einhver tíkall óttin við að óttin við að bara að segja makaðinum eitthvað sem er að trufla þig en það er alltaf fyrir en það er samt að trufla. Er það ekki að kærleikur að segja það mitt?
Er það ekki? Ég held það. Vegna þess að ef þú ert alltaf með einhverja bremsur og óttin er bremsur. Já. Ég hef sem þú sagt skilur þegar ég kem eins og inn í leikskóla og ég var í svona stærri hluta af æfinni þannig innan leikskólan heldur en grunnskólan sem er með umtalsverðar reynslu þar líka. Já. En samt sem áður veistu það sem þarf, það er bara ást og gleði skilurðu bara sýndu sýndu ást gleði og virðingu. Þetta er bara, held ég, frábæri loka orð sem summera í rauninni bara spjallið, sko. Það summerast svolítið á þinni sögu svona þrautsi og sem við byrjuðum á og að vera maður sjálfur, fylgja sínu sannleika, vera trú sjálfur sér. Og því fylgja svona velun og að sýna öllum virðingu og ást og alveg. Ég held að þetta sé bara gott mynstur sem hefur einkennt þetta spjallið á okkur. Hörðu. Og þetta er góð áminning. Nú ætlum ég á næstu dögum að hugleiða hvort það sé einhver ný venja, hvort ég þurfa að setja lóð á fæturna í einhverju og hugleiða, er ég að sýna öllum sem ég er að mæta dagstaglega nægilega virðingu og elskuleg heit. Ég ætla að gera það sama. Margrét Pála, þakka þér innilega fyrir að gefa tíma til að spjalla, það var yndislegt að tala við þig. Hjartans þakkir sömuleiðis. Og svo gaman að hitta þig. Já, og bara gangi vel í öllu þínu og vil þakka til að fylgjast með þér. Sömuleiðis.